október. Auðun Blöndal heiti ég og ég sitt í mínu sæti. Beint á móti mér sitja hins vegar tveir harðir núna. Það ekki einn harður og einn mjúkur. Það eru tveir grjótharðir. Annar þeirra heitir Egill Einarsson og er í sínu sæti. Velkomin. Sætlitu, hvernig hefur það? Ég hef bara aldrei verið betri en ég. Léttur lúfur á kátur? Já, bara svo nýr. Og þar sem að einn mjúkur situr ofta situr núna einn harður og hann heitir Hjörvar Hafliðason eða Hjöppi K eins og kallast þetta á FM. Velkomin. Já, ég myndi nú segja ég var svona mjúkharður. Mjúkharður? Já, ég hef oft verið harðari, sko. Oft verið harðari, ok. En ég er svona frekar mjúkur. Já, okkar maður Steindi Junior, hann er stattur í Prag. Þannig að Hjöppi tekur vaktina í hans stað. Það sé fullur núna. Já, hann er náttúrulega með konunni, þá er hann er ekki jafnblautur, en hins vegar, hann setur sko, hann er ekki búinn að setja neina mynd sjálfur inn á Snapchatið sitt, niður Instagram, en konan hans er að dæla myndum þar sem stendur bannað að dæma og þau bæði með koktel og hardrock og eitthvað svona. Þannig að já, okkar maður, hann er komin í það held ég að núti. Já, þetta, hann má skilja fá sér aðeins. Aðeins að lifa lífinu þessi meistari. Er það ekki alltaf þannig, ef Íslendingar fara í svona borgarferða, þá er drukkið frá þeim að lendir, eða? Já, ég var á Tenerife í júlí og í 2 vikur. Og ég fekk mér áfengadrykk á hverjum einasta degi. Það er bara þannig. Það var ekki einn dagur, þess að ég fekk mér ekki einn jökul eða strawberry daiquiri. Þú varst líka í borgarferðum daginn, þá varst í Amsterdam, en þú varst enda róluðu þar eða ekki? Þú varst ekkert mikið að fara bjór. Það var eitthvað slavaslökur hjá mér. Þá kann ég aðeins að... Maður heyrði það því, og það er mjög róluðu. Aðeins að slaka á þar. Já. Fyrst er samt 1 og 1 bjór, eða ekki? Já, svona 1 og 1. 1 og 1. En það er alveg máli, ég ætla ekki að æsa mig og drulli yfir í stóni. Nei. Þó að gallin, já, þau eru... Nei, fyllibita. Það líður potið vel núna. En það er samt ekki, það er ekki hægt að kalla að segja hans í einhverja fyllibitverð. Hann er í romantískar ferð með konunni og hafa kósi. Það er samt fyllibita, þú veist, hann er fyllibita. Já, hann fæ sér aðeins. Já, þú veist, líður mjög vel núna. Ég sakna strax. Já, ég sakna þess ekki. Það er bara sannur heiður að fá Hjöppa hérna og sko Hjöppi, það vita það ekki allir Íslendingar, en Hjörvar Hafliðason átti afmæli í vikunni. Til hamingju með það. Congratulations. Til hamingju. Það er kærlega fyrir það og hérna allir sem óskuðum til hamingju á Facebook, ég hef búin að senda svona góða orku á ykkur. Það er kærlega fyrir kveðurnar. Lækaðir ekki alla kveðurnar? Ég lækaði alla kveður og ég kommentaði á mjög margar kveður og ég var geysilega þakklátur. Það sem að þetta var líklega eitt ömurlegasta afmæli sem að nokkur maður hefur átt. Af hverju? Já, ég þurfti að byrja daginn á að láta draga bílinn minn, það sem að startarinn var bilaður. Nú, á jeppanum sem hefur aldrei klikkað? Hann hefur aldrei klikkað, en svo bregðast crosstrið sem önnur. Og ég eitti hálfum deginum á einhverju, hvað heitir, Pálmi Guðmunds, PG réttingaþjón, nei, PG start eitthvað. Er það satt ekki veistla? Var það ekki veistla í það? Og það var eitthvað veistla að vera á veistla þarna hálfan daginn. Hvað haldið ég að fengi marga pakka on my birthday? Þetta var ekki 20 ára, þetta var ekki 27 ára ammali eða 31 ára. 35, stóra ammali. Já, 35. Þú veist sko, til að fá pakka, það er ástæði fyrir ég held alltaf upp ammali. Maður þarf að halda upp alltaf pakka. Ég fatt að, ég fekk engan pakka. Ekki einn? Það er lélegt. Zero. En þá fór ég að hugsa með mér, ok, er þetta ekki mér að kenna sjálfur? 100%. Ég settist niður og fór að hugsa þetta. Fórstu að hugsa þinn gang? Þá fór ég að hugsa minn gang. Ég hugsaði, kannski þegar ég að fara að drullast til að gefa pakka til að fá pakka. Já, mjög góður. Þegar ég fór að hugsa tilbaka, hef ég gefið einhverjum piece of shit, einhverju gjöf á þessu ári? Þá fór ég að hugsa tilbaka, nei, ég hef ekki gefið neinu. Jú, ég hef gefið kannski eina afmælisgjöf, en það var bara syni mínu sko. Já. Og þú veist, hann gæti náttúrulega ekkert laun að greiða. Nei. Ef þú hefði komið í mæ og rétt mér kannski svo, ég veit ekki, Mac eða við náttúrulega erum báðið 35 ára í sumar, ég og Egill sko. Þá væri þú að fá núna, þú væri núna með glænjan iPhone 6s núna. Ég vil það ekki. Rólegur. Það er ekki það seltan. Hvað ætlaði að gefa honum bara nýjan iPhone í afmælisgjöf? Ég var niður ekki með Mac eða... Já, veist hvernig ég er. I believe in better. I believe in Samsung. Þú er mikill Samsung maður, ég veit ekki hana. Það er ekki gefið glænjan Samsung. Já, ég veit það. Ég fekk ekki jack shit á samali. En ég fekk hakk og spagetti. Nú, hver bauði hakk og spagetti afmælið? Mamma. Fyrst ekki svona steik og... Jú, ég baði hakk og spagetti. Er það uppáldið? Já, svona næstu. Þannig að þú ert að segja okkur og alþjóð að afmælið það er sökka? Já, það er óhætt að segja það. Það er leiðilegt. Ég var á Facebook kvöldið að læka kveðjur. Það var reynda mjög fint sko. Það er mjög gott þegar að læka alla kveðjunar. Ég læka allt. Já, það er vel gert. Ég eftir að gera það. Ég þarf að skróla tilbaka og gera það frá því í maí. Já, svo líka maður á að vera, það er svo ógeðslega gaman að fá afmæliskveðjur á Facebook, maður á að vera duglegri sjálfur að dæla. Ég er núna búin að gleðja alla sem er afmæli síðan ég átti afmæli með birthday, þú veist, með wishes. Maður tekur ekki eftir þess. Ég gaf skít í Frikka Dór, hann átti afmæli held ég í gær, hann sendi mér ekki kveðju. Já, þú mundur það. Sagði bara, hann getur fokkað sér litli gæði sko. En ákveður ekki að vera the better man og senda honum og vitandi þá þú myndir fá bara honum á næsta ári? Ég sendi honum ári áður sko. Er það? Já, og hann gaf skít í mig annar ári í röða því ég er með bókald heima. Það er mjög lélegt.
og hver ekki. Og þeir sem senda myndir af mér eins og Gilsæring gerði, þeir fara í ekstra góðu bókina. Já, þú fegst hellinga svoleiðis, vídeóm og myndum. Ég fann líka mjög góð mynda á okkur félagum. Já, sem að þú varst ánægð með sjálfan þá líka. Já, ég var mjög huggulegur að það. Frá síðustu helgi. Þarna var ég líka, gafnaður kaffi brún og... Lífið strípaðir á því. Lífið lékunni þarna. Svo ég heyrði nú í Hjöppa, ég hringdi nú í afmæli. Ég hringi alla vinnu mínu þegar ég afmæli. Já, þakkaði fyrir það sko. Og svo hringdi ég líka í Hjöppa daginn eftir af því að hann reyndi að spurði mig hvort það væri eitthvað að mér. Og ég að segja við Hjöppa að þetta nú einn erfiðasti dagur ásins og Hjöppi bara hvað minna þegar nú svo ógeðslega langt í næsta afmæli. En mér nú bara drullu sama, ég ekki lægin. Þannig að þið var nokk sama. Fyrir Blöðpúp er þetta það erfiðu dagur daginn eftir afmæli, þau svo langt í næsta. Já, það erfitt. En það heldur upp afmæli sitt alveg yfirleitt á 2 til 3 dagar sem þú taka frá í frí og vinnu. Það bara ef að lendur helgi. Já. En byrju, þitt lendi ekki helgi það? Nei, það var bara núna á þriðjudag. En við erum með veislu, þó Hjöppi hefði ekki fengið afmælisveislu og þá erum við með veisluhandekur, kæru hlustendur, við ætlum á eftir kortmyndur frekar. Egill ætlar að halda áfram með emoji-kennsluna sína, sem að mér finnst, by the way, hálf sturluð. Talandi sturlað, þá erum við með sturlað staðarindir. Ingo Veðuguð kemur hérna sem gestur. Og við ætlum að ræða hans við hann kemur líka með gítar og já, við eigum allir að semja eitt lag, 30 sekundar lag sem hann spilar. Það sessandi. Svo var hjá giftast drepaðir á sínum stað. Jólatónleikar Hjöppa, þú ert búin að búa til auglýsingu, þú ætlar upp í jólatónleika? Já, ég ætlar upp í jólatónleika núna bara, fyrstu tónleikarnir verða núna 27. nóvember. Já, og mikil spenna. Fá jólagesti með mér. Það er glæsilegt, þið heyrið trailerinn fyrir því hér og eftir. Spurningakefni Gilsarans, heitt og kalt á sínum stað og já, ég veit ekki hvað og hvað. Nógum að vera, þannig að ekki voða ykkur að skiptum stöð. Það er föstudagur, 9. október og já, þessi drengur er í slúðrun eftir. Hann heitir Justin Bieber og spyr hér What do you mean? Þetta er Íslandsvinnurinn Justin Bieber hér með sitt nýjasta nýtt What do you mean? Já, Hjöppi, ertu Team Bieber? Fílar það, finnst þetta lag flott til dæmis? Já, þetta er fínt, þetta er mjög gott. Mjög gott, samt eitthvað higgandi. Þú veist, Team Bieber, Egil, hvað er þú? Ég er Team Bieber. Já, þá er ég líka. Finnst þið skrítið að við séum 3 fertuði mennirnar að hvort sem Team Bieber eða ekki kannski? Það var einmitt það sem ég var að hugsa sko, ég veit ekki hvort ég... Ég er hrifin að Beat Machine. Hér á FM? Já, ég veit að hér á FM reyndar. Já, en það er komið að slúðrið hér í FM 9 og ég ætla að byrja slúðrið á Justin Bieber. Ég held að það ekki farið fram hjá neinum sem að fylgist með fjölmiðlum að það náðust myndir af honum nögtum á Bora Bora. Hann er statuð þar í einhverju sumafríi, fríi. Hann verðist nú alltaf verið í einhverju fríi kallinn. Hann er allavega að ferðast allan heim og hafa kósi. Nóg til. Kostin það er Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Bora Bora eða á Íslandi. Og það náðust einhverja myndir og hann er að kæra blaðið sem að birti myndirna af honum, sem hann var kviknakinn. En hann var hins vegar núna að segja í viðtali að, ég ætla bara að segja hérna að það sem hann sagði orðrétt, The nude pics are not that bad cause I'm that big, sagði hann í þessu viðtali. Og svona til að íslenskata þá skamma sín ekkert fyrir myndirnar því að hann sé vist það stór. Og ætla hann sé þá ekki að ræða þarna fermingafélagann sinn. Má ég fá svo myndir eða? Ég bara er ekki með þær því miður. Hérna er ég bara með eitthvað svona. Bara mynda honum með sólgleru og eitthvað. Og hann ætla hann samt að kæra blaðið en segir að þetta mun ekki hafa nein áhrif á sig og sitt sálarlíf og hann sé bara feskur kallinn. Ég sko, ef ég myndi vilja svona myndi leika út þá myndi maður vilja fá sko hitta hans upp áður. Já, við erum allavega í semæm. Já. Kannski ekki, maður myndi ekki alveg. Og kannski vera búin að vera nokkuð segur í ræktinni, kannski 10-12 vikur áður. Já, hann er nú alltaf í formi. Já, ég er að segja, þú veist, ég er að tala við erum á 40-aldri, sko. Já. Ég tala okkur, sko. Já, það myndi að laumast mindra þér. Já. Þetta verður ekkert mál þegar þessu 21 árs, það var ekkert þessin. Já, Hjöppi var helskafinn hún. Hann var bara dreift myndunum sjálfur. Já, ég er bara dreift sjálfur, það með allir fá. Þá vorum við okkar 7. ári í MK og lífið lék við okkur. All 7 years of high school. Hann verðist allavega ekkert vera með neitt gríðana bömmur yfir þessu. Svo kannski segir hann það í fjölmiðlum en er náttúrulega brjálæður. Já, hann fær ykkur bömmur og lokkar sig bara hjá sko, ég hef ekki séð þessa myndir. Er hann hanginn eins og sko basshandleikur? Ég veit það ekki. Ég er nefnilega ekki heldur búin að sjá þetta. Myndirna sem ég sé þá er þær blörraðar og ég er ekkert eitthvað að leita þessu sko. Nei, ok. Kannski að hlustendur geti hjálpað okkur? Já, það er aldrei að vita. En svo erum við með annars slúður og það erum við hann John Goodman leikara og ég hef alltaf verið hrikalur aðdæmandi hans en hann er búin að létta sig og það er ekkert smáraði. Kallinn er búin að taka sér 100 kíló. Sjáðu hérna, sjáðu munin á hann. Já, og lítur ekkert smá vel út hérna á seinni myndin, sérðu munin.
Ég kann betur við hann samt svona alveg spikfættan sko. Já, hann nú samt ekki, hann ekkert orðinn eitthvað tágrannur, en hann lítur bara vel út kallinn. Hann hérna í jakkafötum og var á frumsýningu, var að frumsýna nýjustu myndina sem heitir Trumbo. Og kemur fram hvaða breytingar hann gerði í mataræðinu það? Já, hann segir hér í viðtali að læknirinn hann sem sagt átti orðið svo erfitt með öndun og læknirinn hann spurði hann bara orðið rétt hvort hann vildi lifa áfram. En kannski fyrir krakka sem kannski undir tvítut og að lusta, ætlu þekki John Goodman? Nei, mér ekki viss, en náttúrulega slæri gegn í Roseanne og svo var í Big Lebowski. Já, ég segja það helst þar sko. Já, mjög flottur í Big Lebowski. Frábærleikari, algjör snillingur. Ég er ánægður með þetta, hann skulle lifa lengur. Ertu með móla Patrick í dag? Patrick Ewing. Patrick Ewing? Já. Nei, það öllum drullu sama hvað Patrick Ewing er að gera. Ekki getur að vera Patrick Swayze því hann dáinn, ég bara þekki ekki mikið Patrick Dempsey þetta. Patrick Schwarzenegger. Nei, mér gæti ekki að vera saman þann Patrick. Já, en það er ekki saman Patrick Ewing sant? Það er nú bara þannig, ég er með mjög góða móla þennan meistara. Hvað heitir áttu myndin sem er í framleiðslu með honum? Þetta tala Firefighters and Zombies eða? En málið er að hann er búin að fá að nóg að gera honum eftir þá mynd. Nú? Því að hann er að leika núna mynd sem heitir Midnight Sun. Næja, strax gáranab. Og Bella Thorne, sem er mjög heit leikona, leikur með honum í Midnight Sun. Ég veit ekki hvað Bella Thorne er eins. Jú, oft séð hana. Ok. Mjög góð. En það slúður sem þú ert að segja, hann sé að leika í nýri mynd. Já, bálega bara, þau eru að leika saman, en þau hafa sést svona full hress eitthvað sem er skelli og hlæjandi og eitthvað rosa gaman hefðum sko. Þetta nú bara þekkt í þessum bransa. Slækat aldrei leikið minn einhvern konum á hans að sjarmera þær og þær voru konur upp í rúm rétt eftir. Nú var það þannig? Hann var rosalur, hérna Bridget Nielsen þegar hún var heitast að konu í heimi. Já. Hún var komin upp í hérna beddan hjá slæðaranum fljóðlega eftir. Já, það er líka fólk að skjóta bíómyndir í 3 mánuði alltaf saman á setti. Þetta er þekkt vesen. Það eru vinsalið þættir í allri Evrópu verið teknir upp allsstaðar annars staðar á Íslandi sem heitar Should We Dance eða Skal Vi Dansi eða hvað heita út allan heim. Það sem fólk að dansa með svona professional dansfélög. Já, Dancing with the Stars. Já, eða eitthvað, meðal annars. Já. Það voru alltaf nándin milli sko félagana svo gríðaleg. Svona dansfélagans og atvinnudansarans. Já. It always ends in a breakup. Nó, það er bara þannig. Always. Já, ég meina, þú veist, Peter Smeichel var nú bara, sko, hann skildi nú daginn eftir hérna þáttaröðunum var lókið. Og það verður alltaf vesen því að þú ert að æfa kannski þegar þú ætlar að góða dansari þá ert að æfa 7-8 tíma á dag sko. Heldur þú að Hanna Rún og Nikita Basev gæti þetta með sitt hvorum partnerin sko í öðrum samböndum? Gæti þú hort upp á Nikita Basev vera með Hanna Rún svona dansari? En svo er náttúrulega Nikita Basev og Hanna Rún þau náttúrulega kynnast í dansinum og þau eru gift í dag. Já, nákvæmlega. Þetta er kannski eitthvað fyrir okkur einleipum minna að fara að dansa. Ég held að þetta sé a hot couple coming up. Bella Thorne og Patrick Schwarzenegger. Gæti ekki meira saman. En þetta var hlakka til að fylgjast með því. Já, það er gott að einhvern hlakki til. En þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smá stund förum við í kortmynduru frekar og fáum að heyra auglýsinguna hans Hjöppa. Hann er að halda jólatónleika, strákurinn. Þá er komið að því FM 957 í samvinnu við Sony Mobile og Corona. Enn eitt árið. Partíið sem allir elska. Eldhúspartí FM 957 2015 15. október í Hlégarði Mosfellsbæ. Framkoma Dikta, Úlfur, Glói og þjóðargersemin okkar allra Páll Óskar Hjálmtísson. Fylgstu með á FM 957 næstu daga og þú getur nættir í miða í Eldhúspartí FM 957 15. október í Hlégarði Mosfellsbæ. Eldhúspartí FM 957 2015 með Sony Mobile og Corona. Haustútsala Perform.is er byrjuð. 1. til 10. október bjóðum við 15-50% afslátt af öllum okkar hágæða vörum. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Þegar þú kaupir D-vitamin bætta léttmjólk frá MS, styrkir þú ekki bara þinn eigin bein, heldur styrkir þú líka beinheilsu þjóðarinnar. Í október renna 30 krónur af hverri seldri fernu til tækjakaupa fyrir Landspítalann. Mjólkin gefur styrk. Nú hafa 2 nýjar bragðtegundir bæst við í Blink-flóruna. Þú fær Blink, nýtt og ferskt bragð í næstu verslun. Wow er boli og Doritos kynna. Býr uppistandari í þér? Skráðu þig á vísir.is og þú getur komið fram á Open Mic kvöldi á Reykjavík Comedy Festival 23. október í Hörpu.
Skráðu þig á vísi.is og láttu grínljós þitt skína. Sena. Að bíða eftir því að Katla gjósi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skilar sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Nú vinningurinn í milljónaveltunni 70 milljónir á einn miða. Dregið 13. október. Happdrætti Háskóla Íslands, vænlegast til vinnings. 50 kerta risaterta. Stórsýning í Kauptúni á morgun. Sjáðu rjómann af vinsælustu bílum landsins og einmenningsfærið iRoad. Nýttu þér einstök afmælistilboð í tilefni af 50 árum Toyota á Íslandi. Hvorki meira en ég minna. Fáðu þína sneið af tertunni í Kauptúni milli klukkan 12 og 16 á morgun. Toyota. Ef þú fílar kjúklingaborgara, þá Ungfrú Reykjavík sköpuð fyrir þig. Ungfrú Reykjavík heiðursborgari vikunar á Fabrikunni og fæst með 500 krónu afslætti þessa vikuna. Fabrikan. Það föstudagur í dag og það opið til 7 í Smáralind. Smáralind. Góða skemmtun. Hlaupt af stað í haust. Flott úrval af hlaupafatnaði, hlaupaskom og fylgihlutum í verslunum Intersport. Intersport. Allt fyrir sportið. Amerískir dagar. Hagkaup. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þrír harðir hérna á föstudegi á þessum líka, aðeins blauta föstudegi. Ég skal alveg viðurkenna að þeir sitja hérna hjá mér Gilsarinn sjálfur og Gauti Blö. Klukkan þetta í 20 mínútur yfir 4 og við erum svona að fara, það er að styttast í óvæntar staðreyndir. Sturlaðar staðreyndir. Já, sturlaðar staðreyndir. Já, en það er ekki komið að þeim, við ætlum að byrja á kortmyndur frekar. Sem dagskrárlegur sem vikulegur hérna hjá okkur í F95 Blö. Þá hendi ég spurningum hérna á drengina og þeir eru að segja mér hvort þeim myndi frekar gera eða vera hinn eða þessi eða gera hitt eða þetta. Eru þið tilbúinir? Yes. Ég ætla að byrja bara einnig léttir. Ég er komið með það svolítið eins og síðast að spyrja pizza eða hamborgari sem hefur svona, ekkert að setja ykkur neitt bobba. Og nú ætla ég bara að spyrja ykkur drengir eða mættið vera Superman eða Batman. Hvort myndið vilja vera? Ég hef nú alltaf litið svona á sjálfum mig sem meiri Superman. Superman? Já. Ég hugsa nefnilega að maður myndi vilja vera frekar Superman, en ef þú ættir að leika annarkot, myndir þú ekki alltaf að leika Batman? Sko, Superman á að geta kass, sko, ekki krónu. Það er bara því að hann er þá ekki nú gáðari að markasetja sig. Ég held að þú getur flogið hérna út allt og... En Batman er ekki með neina overhættu hæfileika. Hann er ekki bara, hann er bara ríku gæi sem har líka cash. Já, bara fullt af gadgeti. Hann getur ekkert gert neitt. Nei. Getur ekki flogið eða lift húsið eða lest eða... Og þú vilt nú meina að það sé ekkert mikilvægt en cash. Hann er góða punktur, sko. En gæti ég ekki að vera Superman búið til eitthvað kass með þessu rugli? Jú, pottþétt. Það sem ég velta fyrir mér, sko. Ég segi ykkur trú, það er fljúga hérna bara, ég flýg hérna yfir göttuna. Hvað með 500 kall? Það er enda góð hundur. Hvort er það allast að? Sko ég ætla að vera Supermanna þegar líka þessi pressa að vera alltaf í góðu formi, sko. Þegar út af gallanum. Já, nákvæmlega. Ég myndi ekki neina að vera feitur í svona galla. En það er líka... Þannig að ég myndi alltaf passa mig svona, ég er ekki að fara á einhvern hamburgerstað í kvöld. Ég ætla bara að fá mig kjúkling og bara prótein. Þú verður flottur í spandexinu. Það myndi svona, ég get ekki klætt af mér fittuna þar. Þú getur það hins vegar sem Batman. Það hefur ekki verið margir feitir Superman. Nei, ég sé það. Þannig að þess vegna er ég að pælja að vera Superman. Já, en þú veit. Sko, hann vinnir sér blaðamaður, Superman. Já. Blaðamaður á daginn, með glerugu. Það er svona lítill lýsið allt niður sig og síðan fer hann í skikkjun og flýgur. Já, en samt stundum með Terry Hatcher, sko. Á meðan að, sko, Batman er bara á veitingastannu sínum, með rauðvín. Nauti ég vel Batman. Það er Batman og Superman, beint fyrir fram að mig. Það er ekkert annað. Takk. Svo er spurning sem að ég er mjög forvitin að vita svarið. Hvort myndi frekar vilja að vera besti leikmaðurinn í lélegu liði eða sísti leikmaðurinn í stórkostlegu liði? Sko... Hvort myndir það ætla ég bara að spyrja það núna. Já. Þú værir í byrjunarliðinu, eða þú værir í 16 manna hópi á Barcelona eða vera langbestur í Granada. En hvað er kassið? Þetta er bara, þetta verður ekkert með kassa að gera. Kassi er það samt. Fótbolti er bara kass, sko, eina sem snýst Nei, það er bara þú sem ert bara kass. Ég myndi vilja vera lítill fiskur í stóru tjörn og ég myndi vilja vera svona 18. maður hjá Barcelona.
Ég var alveg til að vera þriðji markmaður Barcelona, engin ábyrgð á mér, væri bara alltaf eitthvað í kringum Messi og eitthvað svona. Og svona, herri Messi, ekki til að láta mig síðan af að skóna hérna því að ég er að fara hérna í smá uppbóð. Eitthvað og vera alltaf að selja varning frá leikmannum og svona. Hei Messi, væri til að króta þess á þetta fyrir mig. Og vera alltaf svona geðið tress og vera bara félagi allra. Og þú veist, þurfa aldrei að spila, það er mjög þægilegt. Þannig þú myndir frekar vilja vera lélugur eða sísti leikmann Ég myndi elska að vera þriðji markmaður Barcelona. Engin séns ég var að fara að spila en einhvern veginn bara alltaf með Messi þarna í klefanum í góðum fíling. Ég menna sko, vera í Barcelona og þú veist ekki alltaf í liðinu eða vera í neðsta liðinu og vera bestur, ég sé ekkert sexapíl við það. Ekkert endilega, ok, en þetta var ekki Barcelona hjá þér, það er samt saman svar. Já, ég myndi vera líka alveg til að vera þriðji markmaður í United sko. Já, bara eitthvað að hanga með, þú veist, nýja þetta Martial. Þú ert basically bara mætu æfingu og sækja launatjekk og ekki spila mínútur. Nei. En ert þú sammála því, Egill? Já, þegar þú setur þetta svona neðsta lið og efsta lið, en ef þetta væri kannski sko, kannski United og Tottenham, svona klúbbur sem er svona heldur hans í stórklúbbur, en er það ekki. Og veist, bestur í Tottenham eða hérna sko Tottenham er ekki lélegasta liðið sko, þá eru frekar myndir vilja vera bestur í West Bromwich Albion eða vera sístur í Manchester City. Ég nenni ekki verið næsta liðinu. Ég vel Þið viljið báðir að vera lélegur í besta liðinu. Ok. Þá er það síðasta, það hefur mikið verið rætt í þetta og ekki svara ég tek hitt þó ég sé fyrir að spyrja sköldundur. Það er orðið þreytt. Ég veit, það er búið. Ég myndi aldrei taka þátt í skólu. Nei, kortpundi, nú er ég með ágættu spurninga því að ég hef ekki getað spurt þess þeirra Steindir þetta. Nú er ég með 2 menn fram að mig sem elska fótbolta og horfa mikið á fótbolta. Steindir horfir ekkert á fótbolta. Kortpundi fyrir ekki að vilja vera sköllóttir eins og ég ég stæði og mættir ekki segja þetta sniðum. Kortpundi fyrir ekki að vilja vera sköllóttir að sem eftir er eða aldrei eftir er æviminnar bara eins og ég sagði eins og ég okay. eða aldrei aftur horfa á fótbolta í beinni útsendingu. Sko, kannski málið fyrir mjög mikið Þetta er náttúrulega að vinna sko, já, en burt sér frá því, ég er að hætta að hugsa um það Það getur bara skipt vinnu En fyrir mig, ef ég er bold að því ég er með svo stór eyru þá er það alltaf brandarinn, hvað, viltu ekki bara fljúa á staðinn eða, að því þá myndi sko, ef ég verið sköllóttur they would reveal my big ears En getur ekki náttúrulega deru eða húu? Ég gæti gert það sko, en ef ég verið svo blöð þá myndi ég safna svona hára á hliðunum Ég er bara marga svona peppan í það Já. Það er svona lúk sem ég verið líklega að vinna með okay. Og ætli ég myndi ekki taka það ef ég fengi að vera blöðsköllóttur þá myndi ég væntanlega safna vel á hliðunum og setja síðan hár yfir miðjuna Þannig að þú veist að því hann er completely bold á efsko og vex ekkert hár þar en því ég stundu staði fyrir ofan hann og hortu hún á hárvöxtin á honum en hann fær flott hár á hliðunum Ætla þú sér að þú tekur að vera sköllóttur sem eftir Já, ef ég má og það er að greiða yfir það er ekki það sko að betra að snóða sinna greiði yfir skallan Já, er það ekki fjand Nei, mér finnst ákveðið lúk yfir því að það kann ekki við að segja við þig Hjöppi hættu þessu veist, þannig að þú ert bara alltaf ég myndi segja Já, en ég er að segja, ég var til að vera blöðsköllóttur af því að hann er með nefnilega fína vöxt á hliðunum en engan í miðunni En þú, Egill, hvað vilja þú? Sko, má ég er í lagi að ég fylgist með leiknum kannski bara á livescore eða eitthvað þó ég sé ekki beint að horfa á hann. Það mátt ekki horfa á hann. Já. Þú mátt fara á livescore og sjá hvað er að gerast, já. Þú mátt ekki horfa á leik. Og ég maður lesa líka. Og þú mátt ekki aldrei fara aftur á leik þegar þá ert að horfa hann í beinni. Dangerous attack og svona. Aldrei fara á leik. En yfir þetta skemmtilegast við ferðirnar endilega sem gerir svona í kringum leikin, ekki endilega fara á leikin. Já, þannig að þú ætlar frekar að aldrei aftur að horfa fótbolta í beinni heldur en öðru sköllóttur. Nei, ég er að fara yfir plus og mínus í þessu. Þú veist, ég sköllóttur að eilífu. Það eru sett 5 ára á þetta kannski, 5-6 ár. Já, að eilífu. En þar nema að komi Cure, sem þú ert alltaf að segja mig, að getur komið Cure. Ég er spáð að finna hana. Þegar þá minn ég rakinn. Myndir þú ekki veslað mér lif ef þú myndir fá þykkt hár? Það er ekkert ólíklegt. Ok, strax kom meitt kaupanda hana. Og sér myndir hringi Ómar Ragnarsson og fleiri meistarar. Ég held að Ómar er sér dröldu saman. En, herru, ég það svara það. Ég ætla, ég það því miður aldrei aftur að horfa á fótbolta í beinni. Það er bara hannig. Þú tekur það frekar. Hjöppi tók sköllóttan, Egill allir hins vegar aldrei aftur að horfa á fótbolta. Þetta var kortmundur frekar, styttist hér í Ingo Veðurguð og svo erum við að fara í Sofa hjá, giftast og drepa og jólatrailer Hjöppans. Ég hérna stendur með stórum stöðum, ég glemdi að segja það á hann, spurningakefni Gilsarans. Ég glemdi að til það. Já, hvað er að vera að berjast í dag? Í dag er það spurning King of the Bad Boy. King of the Bad Boy. Hver er meiri bad little boy?
Libres Roll Press Go dömubindin eru án ilmefna og umbúðirnar gera þeir kleift að meðhöndla bindin á einfaldan máta hvar sem þú ert með því að rúlla upp, þrýsta saman sjálflímandi köntunum og henda. Libres Roll Press Go. Hæ, þetta Sara í Unique. Það geta allir fundið sér eitthvað fallegt hjá okkur. Unique, Kringlunni og Unique.is. Dominos og Hrefna Sætran kynna góðgerða pítsuna í ár. Cheddarostur, hakk, rauðlaukur, laukur, sveppir og oregano toppuð með reyktri chili bernesósu að hætti Hrefnu. Góðgerðarpítsan á matseli frá 5. til 9. október og rennur öll salan til Hróa Hattar Barnavinnafélags. Njóttu góðgerðarpítsunar og láttu gott af þér leiða. Dominos. BK kjúklingur. Kjúklingasamloka eins og hún gerist best. BK kjúklingur. Grensásvegi. Kíktu í heimsókn. Við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Þú far hairband harfurnar á beautybar.is. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Pepperoni og pizzasósa og leyfðu svo ostinum að bráðna yfir dásamdina. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Amerískir dagar í Hagkaup 8. til 18. október. Komdu og upplifðu ameríska stemningu. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Glæný búð með geggjuðum fatnaði. Superdry Smáralind. Ódýrasti og besti kebabinn í bænum. Víking Kebab, Engihjalla 8. Og svo finnur okkur líka á Facebook. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Rútu í bæinn helgar. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Takk fyrir að stríða okkur. Það að sjálfsögðu Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö. Hér á þessum föstu degi, Auðun Blöndal, Hjörvar Hafliðason og Egill Einarsson með ykkur til 6 í dag. En við erum hins vegar konum með góðan gest hingað í stúdíóið. Hann heitir Ingo, kendur við Veðurguðum. Vertu velkomin, Ingo. Takk að þér. Hvernig hefur það? Ég bara mello. Bara mello, góðvinnu þáttarins og ég hef nú hrósað þér hérna Ingo í þættin á þess að heyrir að þú ert mjög hreinskilinn og þægilegu viðmælandi. Það er gott að heyra það, ég reyna að halda því áfram bara. Já, þannig að þú svarar ekki að þú sett góður, þú ert mello. Já, ég var að ljúga, ég var í geðveikur og ég er bara frekar þreyttur og til í gær og 3 gig í kvöld, svo er svongur og... 3 gig í kvöld, ég er eini sem skil þetta, ég er fellow musician og ég... Erst þú með 3 gig í kvöld? Skil þetta áreiti, það er. Ég tók mig frí í kvöld. Þú tókst þig frí í kvöld? Hvað ítur ofta á play? Gig á morgun. Ég er enda ít ekki að play. Nei, þú gerir það ekki inn. En ég, þú veist, ég ráum sviðið og öskri mækinn og hoppa. Take the back dance líka. En hvað er langt síðan, þegar þú ert nú bara mello núna, það er eitthvað þreytir, það er gig í kvöld og þú svarar því hreinskilinn, en hvað er langt síðan að Ingo var bara mjög góður? Ég var náttúrulega góður á þjóðatíð þannig að við hittumst. Já, þá varstu reynda full góður, allavega fyrra kvöldi. Þú varst bara að hella vel í þið þá. Ég vil hafa Ingo og búin að hella þessu, veit ég. Er það svoleiðis? Ég veit ekki hvað þið getur verið sammála. Já, gaman að skála með Ingo. Já, topp maður. En það er greinlega nóg að gera. Það er mikið að gera, mjög mikið. Ég er náttúrulega, eftir ég tók brekkusöngin, þá er ég núna með brekkusöng í hverjum einasta bæ, sko. Það er ekki brekka á þess að ég komið síntal. Þannig að þú ert búin að syngja í öllum brekkum? Já, bara ángríns, bara, þú veist, einhverjum fjörðum sem ég vissi ekki eins og það eru til, sko. Og ég er bara mér að drösla þangað. Og ert að taka eitthvað brekkusöng í kvöld? Já, eiginlega, sko, allavega 2 af þessum 3 giggum, þá var komið til, hringdi mig og hvort ég geti tekið svona léttan brekkusöng. Þannig já, ég er eiginlega bara því. Já, og það er ekki bara stemming? Jú, svo sem, allt er leið, sko. En Ingo, Líf Ingo er þannig, 5. lau gig. En hvernig er basic mánþrið mið? Já, Ingo. Ég sé það bara út alltaf, sko. Já. Auðvitað. Hvað kallar að sofa út? 12 kannski, 12-1. 12-1, já. Indislegt. Þú ert ekki að taka þrist á þetta? Nei, ekki mig, nema ég leggja mig kannski eftir ég er búin að hóða mig kannski 2-3 kaffi, þá er oft gott að leggja sig. Ok. Já. Og það er kaffi, lagt sig, tek hérna, svo tek ég mailið, fæ ég alltaf 2-3 mail.
sem eru þá með giggunum oftast sko. Kíkir á það. Bara í kaffibólla og kíkja á það. Og kíkja á mailið. Ingo, á þessu ferðalagi fylgjumst við við eigum örlítinn vonar neistaf fyrir hvort Takk fyrir þetta. Þú farið að syngja eftir hérna. Þetta var gott innlegg. Sko, málið að, Ingo, þú drullar kæsið ekki. Það er mikið að gera þér. Drullar kæsið. Þú myndir gera niður þér núna, þú myndir hæja þér, kæmi cash. Það er svo sem fínt, sko. Ég samt eigið aldrei neinum penning, sko. Ég til dæmis, ég búin að eiga svo buxur og svo skói í svona 4 ár, sko. Ég bara nenni ekki að fara að vesla föt, sko. Ertu sparsamur? Ég er alltaf að láta meira fyrir þetta, sko. Ertu sparsamur? Ég er mjög sparsamur, já. Ég spara alla mína penning, ég legg bara á bók, bara gaman að við erum með góða vexti. Ég er mjög öfugt við Íslendinga í fjármálum, sko. Það flesta popstjörnum, þú veist, sé maður gjaldþrot alltaf svona 5-6 árum eftir að það voru the shit, sko. Maður sér það ekki með Ingo, svo frétt kemur ekki. Ég er bara fjárfestir. Investor. En svo líka, það er stórtball á morgun. Þú er ekki verið að taka mikið með Veðurguðunum på síkastið, það? Nei, Veðurguðunir spilum svona árshátíðum. Við spilum mikið verið fólk sem jammar einu svona ári. Það er algjör veisla, sko, því þá ef maður spila árshátíð hérna Sorpumann í daginn upp í Gullhamrum og maður hélt, og árshátíð Seðlabankans líka og maður hélt þetta væri eitthvað svona allir slagir en svo bara, eitthvað 55 ára með bindi og haustnum bara allt crazy allt vitlaust, sko, sem er mjög svona áhugavert að vera upp á sviði og fylgjast með, sko. En fer það í taugarnar á hinnum sem er í bandinu að eftir að þú tókst brekkusönginu þá ertu að fara mikið meira einn eða var það ekki? Ég hef alltaf verið að fara mikið meira einn, sko. Þeir eru og svona, þeir sætta sig bara við það, vita að fá alltaf eitt gig svona sem það rétt að þú sagði við á ástæðan fyrir að fara einn meira cash fyrir mig? Ég hef sagt það við þá? Nei, ég heldur að það lesið milli línan þegar ég mætti á glæni Volvo þeir voru þá bara komlu á töðutunni, sko. En það er ekki þá að hafa gaman að tónlist, þetta er meira cash sem þú varst í þessu? Ég hef alveg, ég get ekki sagt með góðri samvisku að hvert einasta gig sem ég fari, ef ég ætti að setjast niður einn með gítarinn heima og spila í hálftíma, myndi ég spila þau lög sem ég spila þessu gigi, þá væri ég að ljúga. Þetta er ekki allt upp á slögum mín, það er held ég með flesta tónlistamenn, sko. Eins og sömu tölum við erum fengið smá leið á Bahama, sagt komum við mig að segja það, sko. Eitthvað, Ingo, ég er hann drullu þreyttur á Bahama, sögðu það kannski, eitthvað tíma þegar sko þetta var búið í útvarpinu endalaust, en þið glemdu kannski því, sko, að ég spila þetta svona 9 sinnum í viku. Ég vorkenni ekkert þegar sem ég komið leið á Bahama. Hvernig mér líður? Þetta er eitt af svona lög sem ég var aldrei leið á, persónulega. Og það er reyndar leiðilegt að Steindi sig ekki hérna því að nú er ég ekki að ljúga. Veistu hvað er uppáhaldslægi hann Steinda? Nei. Kynnti henni í Argentínu. Hann er alltaf með í bílnum. Hann er mikill aðdáandi Argentínu. Við ætlum hins vegar að fara í skemmtilegan leik hér. Við ætlum að taka eitt lag á meðan við stillum hér strengi. Þá Ingo, þú ert með gítarinn. Ég er með gítarinn, já. Og við höfum allir Ég var reyndar að koma einu að hérna því að þú hringdir í mig fyrir þáttinn. Varst svona að tjekka hvort ég væri með gítarinn. Það er sennilega, ég var alveg hreinskilinn svona það blir þreyttustu símtöl sem ég fæ af því ég fæði vel alltaf þegar að fara eitthvað fæ alltaf, ég er bara bóðin í ammæli og ég er að fara í fermingaveislu frænda mínum, ég fæ alltaf símtöl en Sætlingo, hvað segir þú, ertu ekki að með það? Ertu gítarinn, ertu ekki með gítarinn? En ertu ekki alltaf með hann með þér? Já, þannig ég er alltaf í skottun en ég líka oftast þess ég ekki með hann, sko, því ég nenni ekki, þú veist, að veri, ég hlýta að geta farið einu svona og fengið með brauðtert og þannig að þurfa að taka hama, sko, það er eiginlega þannig, ég er ekki búðin í veislu. Við má setja með hann. Með gítarinn, sko. En þú ert með hann með þér núna? Já, ég er mikið. Sem betur fyrir og við ætlum að fara í leik þar sem við þurfum að semja á staðnum lag og Ingo, hann er það öflugur að hann segir við megum velja sko hvernig lag það er. Tónlistarstefnu, það er reggae, rock, blues, pop. Ok, við ætlum aðeins að hugsa þetta, svo semjum við lagi á staðnum og heyrum eitt lag hérna á milli. Avicii hér með Lay Me Down og hann er hérna með Adam Lambert sér við hlið, Idol stjarnan sem hefur heldur betur slegið gegn þó hann ekki unnið Idoli þá hann búin að vera mjög vinsæll en hann er ennþá hérna hjá okkur, hann Ingo Veðurguð og við erum að fara hérna í létta keppni sem að er, óþægileg, ég var að hugsa strákar, er ekki best að því að ef Ingo er dómari, eigum við Ingo ekki að dæma og þið tveir keppið? Nei, þú verður bara að vera með og keppa með þessu. Allir með. Já, ég var að hugsa að þá eru 2 dómar og svona, hvort það sé ekki bara best? Nei, Ingo, ég treysti Ingo. Það er ekkert 8 atkvæði þá er held ég bara skálegast að það sé bara einn maður sem ræður. Ég treysti Ingo manni betur en Ingo. Já, ég ætla að dæma fyrir, ég ætla að dæma út frá bara bæðið svona sköpunargá og svo líka hvort það geti orðið vinsælt. Og hvort það sé líka frumlegt, hvort það er einhver gesta áður og það. Sko, já. Ok, hvaða röð eigum við að fara í þessu? Þú ræður. Mér finnst þetta vont, ég skal alveg byrja bara að klára þetta. Það er þannig sem skýt saman, sko.
Nei, Egil, byrja þú. Ok. Ingo. Ég held blues. Blues? Það kemur óvart. Og ég ætla að vinna með nýtt koncept sem ég hef aldrei ekki tekið eftir í bluesheiminum. Ég mikill bluesmaður. Hvað erum við að tala 30 sek? Já, þú verður að vera á tímanum. Ég þarf líka að vera á tímanum. 30 sek svolítið erfitt, maður. Ok, ég með það. Þú segir bara leið þú byrja að syngja þá ítti á start. Og Ingo, höfum þetta hreinu. I want your finest performance núna. Ok, ég vanda mig. Your finest performance. Ok. Þegar ég byrja að syngja þá er tíminn í gang. Já, ítti á start. Og lagið heitir Dagur í lífi Gilsa. Dagur í lífi Gilsa? Blueslag. Fíla. Já, ok. Þetta er saga líka. Ok. Ég vakna og fæ mér shake, hendi mér í æfingagallan, ríf upp ískalda járnið, pumpa nokkrum repsum, nokkrum bodybuilding repsum. Ég læt heyra vel í mér þegar ég pumpa nokkrum repsum. Búið. Ok. 30 seconds. We got a hit. Þetta var rosalegt lag. Wow. Ég veit ekki hvað þið séu með að hit. Við erum bara að gefa þetta út, félagarnir. Þetta var sketchy hann að stuðnan á 4-4. Já, þá var ég að lifta the dumbbell. Já. Ok. Herðu, ég skal þá bara fara næstur í þetta. Og Gangiði vel. Ég veit ekki hvað ég á að taka. Bara, fyrir bara reggi. Reggi-feelingin. Hvernig er það áttur? Þú voru verið að menna Jónu þá, sko. Getur þú græða það núna á? Já, ok. Föstu dag komið, þú finnur það. Hvað er betur en gert að ljós og bad? Ekki neitt. Ef þú væri hjá mér, yrði allt betra. Af hverju ert ekki hér? Hvað hef ég gert þér? Það er farið að hausta. Ég sé það. Þú vinnur það. Hún finnur það. Það er farið að hausta. Það er komið 36 sem betur verð. Og ég ætla bara að kveðja þetta. Þetta var hræðilegt. Þá var það Hjöppin. Ég er eiginlega spenntast yfir Hjöppa. Hann var búinn að drita hann einhverja blað. Eitthvað svona happy. Happy? Svona fína happy. Svona happy, svona... Happy concept. Læsilegt. Það var like my wife. Hjöppi, já, þetta var my wife og, já, hann var hérna með lokuð augun, Hjöppi, þú varst að lifa vel inn í þetta. Það er vel gert. Og ég grét aðeins með henni. Smá passion. Já, passion í þessu. En, já, þá var það dómarinn, Ingo. Hver sigur þér hér í dag? Það er ekki auðvelt fyrir Ingo að velja. Sko, fyrsta lagi fannst mér Öddi svona kúpla sem þessu út. Þú veist, þú kúplaði þér út í lokin. Já. Það var svona ákveð óöryggi í því, sko. Já, reyndar. Það var svo söngvari sem klára lag og byrði síðan afsökunar á því framtíð, sko. Það fara að hlæja og hvað í lokin, þú veist ekki hrifin að því? Nei, það var svona, þú veist, það var svona smá óöryggi í lokin. Já. Fylgdi ekki alveg, sko. Þannig hann byrjaði hrikalega vel. Já, mér fannst hann nefnilega fínt lag. Já. Og söng þetta með hári rödd, þetta var smá bubbi í þessu, svona gamli bubbi, utangarsmanna bubbi. Já. Þannig að það var ákveðin plús, en þriðja setið, þú verður að taka bronsið. Ok, já. Það er mikið með það. Já, ég skal taka brons. Varðandi hinn tölögin, sko, Egil kom aðeins út úr skelinni hérna, svona fann aðeins nýja hlið sem tónlistamæður. Það er oftast verið meira svona í rafrætni tónlist og svona, en bluesinn náttúrulega svona blökkumannsins og upprunalega. Þannig að þú fórst aðeins aftur í ræturnar, mjög langt aftur í ræturnar. Ég er mikill bluesmaður. Já, þú ert mikill bluesmaður, segir þú. Það er eitthvað ný hlið og já, þú svona, það var mest að sköpunin, en varðandi lagið að sjöppa, þá var hann með svona instant hit sem þannig, þú veist, að maður er ennþá með í hausnum, sko. I was willing to fight for this love. I was willing to fight for this love. Þannig að það... Ert að segja að my wife sé að vinna dag í lífi Gilsa? Það er svo að segja, einhverja. Sko... Segðu það bara. Sko, ef ég væri... Það fer eftir hver var að dæma. Sko, ef við værum til dæmis með keppni á X-inu, þá myndi ég segja að þitt væri líklega til að fá spilun. En við erum hérna á FM, við erum á FM, og þú ert dómari, hver vann? Og ég er dómari, þannig að my wife fær atkvæði. Til að mikið með það. Vel gert, Hjöppi. My wife! Já, alltaf gaman að fá Ingo Veguð hingað í spjall og hvað er klukkan hvað byrjar í kvöld? Hvað er fyrsta gigi?
Það í Keflavík og Oddvölu, kvennakvöld, konukvöld. Það ekki stemming. Þú veistlan. 3 gig á einu kvöldið. Það verður djúðar rakarinn. Það var eitthvað lagt inn á mánudaginn. Og svo brunaru hvert? Svo fer ég í að spila fyrir Orf líftækni, einhverjum kofa, eitthvað svona brekkusungur. Já, ok. En byrju, sko, þú ert með ball á morgun. Já, ball á spott. En þú ert líka að skemmta það sem að ég og Pétur Jón eru veislustjórar, ekki? Jú, það er partí á háskólanum. Möndur að gegga inn í raskatinn á okkurum eða bara í cash? Nei, ég held ekki. Nei, það gott að heyra. Ingo, alltaf gaman að fá því. Og enda þetta kannski á viðlæðinu? Nei, það er svona útgang. I was willing to fight for my love. I was willing to fight for my life. I just wanna make her mine. Jimmy Carr snýr aftur til Íslands vegna fjölda áskorana með splunkunýja sýningu Funny Business. Well, let's crack on, shall we? Síðast seldust 4 sýningar upp á skotstundu og miklu færri komust að vildu. Og nú fer hann líka til Akureyrar, 4. mars í Hofi og 7. mars í Hörpu. Miðasala hafin á tix.is. Sem Getur ekki ákveðið hvort langi í borgarferðið á Sólarströnd? Fyrir 320 krónur og með smá heppni getur látið útbúa fyrir því engaströnd. Í París. Eurojackpot. Föstu dagur til 4. Það kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20 til 50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Settu grillið í geymsluna. Því barbecue-borgarinn mættur. American Style. American Style. Strákarnir eru búnir að tryggja sig á EM og nú markmiðið að vinna riðilinn. Skyldu þeim takast það? Ísland-Lettland á lengjunni. Tippað á leikinn. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Enski barinn getur sýnt allt að 6 leiki í beinni í einu og í bestu gæðum. Enski barinn við Austurvöll. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Búðu til þitt eigið salat. Frábært úrval í salatbarnum. Hagkaup. Apple TV. iStore. Sérverslun með Apple vörur í Kringlunni. 50 kerta terta. Stórsýning í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 16. Land Cruiser, Corolla og Yaris í freistandi afmælisútgáfum. Og með áris fylgir umgangur af vetrardekkjum í kaupunum. Gjafabréf, ökuhermir og iRoad. Hvað nú það? Sjáðu á morgun milli klukkan 12 og 16 og náðu þér í góða sneið af tertunni. Toyota. Ekki bara vörumerki, heldur lífstíl. Superdry. Þetta var svo góður afsláttur að ég fór bara að dæla. Já, ég viðurkenni það alveg. Allandsolja. Lykillinn að lægra verði. Já, ég sagði það. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Are you ready? Pantaðu pítsuna þína núna á pizzan.is. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. One more time. Við þökkum Ingo Veðuguð aftur kellaði fyrir komin alltaf gaman á Ingo í spjall. Virkilega skemmtilega drengur þar á ferð. Og Hjöppi aftur til hamingju, það nú bara Twitterinn logar. Fólk veit fá My Wife í spilun. Já, mér þykir óbúslega venda á þetta. Þetta lag sem ég gengi með í maðan mjög mörg ár. Og það er líka rosalega margir að tala að þetta sé jafnvel gott og hard coffee sem náttúrulega eitt allra besta. Það verður líka á plötunni. Já. Ertu búin að vera með þetta lengi í maðanum? Já, það eru nú svona nokkur lög sem hafa verið í maðanum á mér og það fjalla yfirleitt ástina og My Wife og plussan og mínusuna sem að fylgir því að vera ástofnum. Hrikalega gaman að heyra og takk aftur fyrir okkur, Hjörvar. En það er eins og þessi svipur. Það er eins og komið að Gilstaránum, hann með spurningakeppni og þetta sá dagskalög sem ég hræðist hvað mest hérna í þessum þætti held ég. En já, þú ætlar að vera að vinna með hvað? King of Bad Boys? Já, ég ætla bara að komast að hver meiri bad little boy. Ok. Svo allir vita, þá elskar konur bad boys.
Það er staðfest. Elska alla konur bad boys. Ég held að það ekki bara svona týpur. Kannski laug mamma þín að þér að það var ekki alla konur sem elskar bad boys, en já, því miður. Ég held að Hjörbi vinna þessa keppni, ég er ekki bad boy. Sko, reyndar fíla konur ekki að allt snúist sex, drugs and rock'n'roll. Nei. Ég náði fikk ekki því. Því að mitt líf, Egil er búin að þekka mig mörg ár, það snýst allt sex, drugs and rock'n'roll. Þitt líf? Íþróttafréttamaðurinn? Nei, það er bara cover. Einstinni snýst alltaf þetta. Ég skilji. En sko, þetta eru 15 spurningar. Vá, kannski eftir bara 40. Það er mjög einfalt. Ég skrifaði 30, ég kötta þetta niður í 15. Ég vissi að þú múið brjálast eða verið 30. Skulum drífa okkur í þessu. En byrjum á trailertum og þú setur ekki meira en 5 sekúndur blöð í textíðarakast. Þú fær ekki meira en 10. Þetta er besti trailerinn ever. Þú fær svona 10. Þetta er mjög uppáhaldstrailer. I'm gonna ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. Já, hann ætlar að spyrja spurninga og hann far svör. Hann það er spurningakeppni Gilsar hans og ég gaf þið 20 sekund. Það var 1,5 mínúti eftir. Ok, þetta eru 15 spurningar og það verður mjög einfalt. Annað hvor ykkar verður King of the Bad Boys eftir þetta. King of the Bad. Er það keppni sem að vill vinna? Já, ég myndi. Er það? Nei, þú veist annað hvort er maður bara bad boy eða ekki. Ok, við byrjum þetta bara mjög einfalt. Ertu með að tett? Nei, ég var með að tett. Er spurningin, hefur þið fengið tattoo? Nei, bara ertu með tattoo. Ok, það var ég að segja. Ég veit að fækst þið bróskallað á tanna í ameríska draumnum. I was there. En það telur ekki hérna. Ég finn ekki farið líka. Menn er farið líka, við ekki hérna. Hjörbi, ertu með tattoo? Já, ég er með Það bannað að ljúga. Ég er með svona myndir af Það bannað að ljúga er spurning ekki. Þú mátt ekki ljúga. Þú var að segja satt. Þú ert ekki King of the Bad Boys og þú lígur. Já, reyndar. Það er þetta punktur í hann að ljúga sem það er bannað. Hvert tattoo hjá mér er svona minningum konur. Hér er með drega hérna. Þú ert ekki með tattoo? Nei, ég er ekki með tattoo. Það er fórugur fær punkt. Hefur átt bimma, helst M5. Ég hef átt bimma en ekki M5. Já, ok, það er bimmi punktur. M3. Nei, Hjörbi, þú átt bimma? Nei, heimitt. Það er punktur á blöð. Ok. Hefur átt Adidas jakka eða Adidas buksur? Já. Það hef allir átt. Allir átt? Já, ég hef átt svolítið. Sett á mig punkt. Bónusspurning, hefur átt þær í stíl? Já. Buksurnar og jakkan? Já. Báðir? Nei, hörðu það, 2-2. Put a pun in there. Hefur þú keyrt mótorhjól? Nei. Skellinöðru? Það er ekkert bad boy við það að keyra skellinöðru. Það var 14 ára. En þegar ég keyrði vespu fullur í Portugal fæ ég bad boy? Það er reyndar against the law sem Sett á mig punkt á. Sett á mig punkt á. Ég verð ekki á hana punkt, það er 3-2. Hann keyrði fullur á vespu í Portugal. Ég bara sleppti því sem betur fer. Hefur tekið yfir 100 kíló í bekk? Já. Okay. Já, ég náttúrulega fyrst fyrir 15 árum síðan Já, það er 4-3. Má, þeir langar ekkert smá að vinna þess að keppni. 4-3 fyrir Hjörpa. Hefur þið farið á snjóbretti? Allir rukkarar eru á snjóbretti. Já, mér farið á. Þetta kemur óvart. Ég fór með Pétur Kristjáns á snjóbretti. Ég bjóstu það að fá nei þannig? Já, þetta var einn versta upplifun mín ever þegar ég fór á snjóbretti. Þá fór ég með fyrirhandi kærastu minni og hún sagði þetta er ekkert mál, ég myndi læra þetta á einhverjum 3 ferðum. Svo var orðið þannig að hún var bara með vinum sínum í brekkunni og ég var í barnabrekkunni með krökkunum. Þá var ég 70 mínútum at a time. Það var hræðilegt og ég hef ekki farið síðan. Það var einhverju bad boys smoking weed og leikugur. Voru það? Hvað sagður þú? Það er bara ég og einhverju bad boys smoking weed og leikugur í á brettinu þegar þú fórst. Hefur æft eitthvað bardagalistir? Nei, því miður. Ekki góð. Að vera nú í vörn í handbolta er nú svona semi-bardagalistir. Ekki láta hann búa til þetta. Það er ekki farið að judo eða karate eða kickbox eða eitthvað. Það er skandall að maður hafi ekki eftir judo í karate þegar var, þú veist, karate salur í Dýrlandsskóla. Ég var eini maður sem fór aldrei inn í hann. Já, þú skeist. Það var að fara punkt í dag og þér var í það. Hefur átt penthouse íbúð? Nei.
Jesus. ekki nóg að vera á efstu hæð í blokk til að ég kalla þetta penthouse. Er það penthouse? Ef þú ert á efstu hæð í blokk, ég bjó á 4. hæð í yfir 46. Það er dýrar að vera á efstu hæð, sko. Það er 5-4 fyrir Hjöppa, hann er með 1 punkt. Hefur þið flaskað upp í VIP-herbyggin á B5 eða við Arinin á Austur? Já. Hörru, það er punktur á báða. Og ég, sko, leiði ég búinn með flöskunum, þá brýti ég þér. Þegið, hægt að ljúga. Brýtur flöskunum? Það er ekki, þetta er bara aukapunktur eða? Hann er að ljúga. Nei, ég get ekki gefið aukapunktur. Ég hef aldrei séð Hjöppa taka flösku og brjóta hann. Ég er ekkert viss að þetta er bad boy síðan til að brjóta hluti, sko. Þeir eru átt smekklegir og... Bara ef ég tjúlast. Hefur þið verið með yfir 150 skall í cash í vasanum? Já. Hjöppi, lengi að svara hann. Já, það er nú örgulega gæst. Örgulega gæst, yfir 150 skall núna í vasanum. Það er 7-6 fyrir Hjöppa. Þetta er mjög spennandi. Ertu á Tinder? Nei. Já, þú setti mig þar inn. Það er bad boy að vera á Tinder. Já, það er eitthvað við það. Það er 7-7. Það er 7-7 og ég er að fara í 12. spurningu. Þetta verður aldrei verið að Hefur þið verið að tala við meira en eina stelpu á sama tíma? Hvað kallar að tala við? Já, þú veist út hvað sem mixa eina, hey, what's going on? Já, það er önnur SMS kannski kortir sérna og þú veist. Já, fyrst þegar gemsarnir komu. Ég meina, maður er oft talað við fullt af fólki. Já, ég meina, hefur þið verið að tjökla nokkrum boltum á sama tíma, en ef við ekki að tala í kringum hlutina hérna? Fyrst þegar ég fekk fyrsta síma minn hérna, 60-10, þá var ég mikið að vinna í SMS-um. Jú, örgulega. 60-10? Já. Ok. Þannig að settu já á mig og ég fæ stig. Það er 8-8. Þetta gæti ekki verið meira spennandi. Hefur átt skyndikinni og ekki hringt í dömuna daginn eftir? Já, það er langt síðan. Hvað er? Ég verð bara hreinskilega, ég hef alveg farið heim einhvern tímann. Já, ég meina, sér þetta honesty hjá Blöð? Ég lík aldrei að hlusta henni. Sér þetta honesty? Þarna er einhver sagt, þetta er einhver logið. Það er 9-9. Vá. Hvað er þetta úrslitaspurning? Nei, það er eftir. Hefur stelpa komið í heimsókn, þið hafið notið Ásta, þú hefur sagt við hann að hún getur því miður ekki gist. Má sé að fara að snefni í vinnuna eða eitthvað svona gert það. Næsta spurning. Þetta endar alltaf í eitthvað svona hefðareil. Það byrja alltaf í eitthvað bad boy svo þetta komið út í eitthvað óþægilegt. Hugur minn leitar í brekotúnið. Settu já á mig. Ég hef sagt bara, heyrðu, þú vilt ekki vera einn eða mamma vaknar. Settu já á mig. Fyrir yes on me. Það er 10-10 og það er ein spurning eftir. Þetta er spennandi. Hefur hendi ræktun? Hendi að rækta eiturlif? Já, svona tannætti. Nei, það hef ég ekki gert. Ég get ekki, sko, ég get ekki átt kaktus, sko. Nei, ekki heldur. Það var að jættir þetta dead tight? Nei, byrju, ég verði að fá úrslita. Við erum sömu bad boys, Hebbi. Býtu, það er 10. Þú ert jafnlega bad boy. Getur verið eitthvað bráðabann eða eitthvað? Ég veit, þú ert ekki ánægð með það. Ég vil fá að vinna. Ég skal bara gefa Hjöppa þetta. Hjöppi er meiri bad boy. Hann er það. Ég vil vinna þetta fair and square. Ég bjóst ekki við 10-10. Það er bara endaði þannig. Stundum fyrir bara jættibli í þessu lífi. Ok, en getur ekki hendur með hálfa því á tíma í tætt núna fljóðlega. Þú átt ekki tíma, ekki vera að ljúa. Maður sjá bókunina. Ég var að segja það, við ljúum aldrei að hlustendum. Þú byrjar að ljúa, væri með tætt og núna ertu byrjar að ljúa og eigi bókaðan tíma. Ég á bókaðan tíma, Jóna. Og hvað ætlar að setja á þig? Það er bara slíf. Ok, nice. Veit ekki hverju mér í þessu lagi, tekja ekki. Hefur þú prófað að breyta einu í lagi og setja kakk í staðinn? Nei, ég er minni í því. Þú sagði að þetta lag var héti How deep is your cock? Já, frábært. Skemmtileg pæling hjá fertugum kallmönnum hérna í FM 95 blöð. Nei, pæltu bara í þessu næstu og heyri þetta. Já, ég er góður. Af því alltaf ég heyri þetta lag, þá verð ég að hugsa þetta. Akkurat. Ertu ennþá í bad boyinu? En það er eins og komið það Hjöppi, það vita það ekki allir, þú ert með árlega jólatónleika og búin að vera með lengi eða ekki? Jú, ég ætla að 11. ári í röð verði með jólatónleika í salnum og fæ bara jólagestina með mér. Ég ætla að glæðja þig, ég fór á miði.is á hann og I purchased a ticket. Já. Þarf að auglýsa þetta, ekki alltaf uppselt? Jú, en við finnst nú alltaf skemmtilega að auglýsa og það er líka að vesla meðan ódýra í Ólís í Hafraborg. Já, ok. En við erum með auglýsinguna að sjöpa fyrir þá sem hafa ekki heyrt hana. Þá ætlum við að spila hér kynninguna á þessum tónleikum og þetta er algjör.
Eimskipafélag Íslands og Arion banki kynna með stolti hina árlegu jólatónleika Hjörvars Hafliðasonar í salnum Kópavogi. Hjörvar tekur öll vinsælustu jólalögin og fangar stemningu jólana á sinn einstaka hátt. Ég hélt hún væri steinsofandi stínudúku, já, og ég sá mömmu kissa jólasvein. Sendi ég henni ef ég nenni. En auk þess að syngja öll bestu jólalögin mun Hjörvar segja ógleymanlegar jólasögur. Ég opna pakkan og þá brjóstarhaldari í pakkan. Þá hafði náttúrulega pakkin mér vittust mertur og systir mér átti að fá þennan pakka og ég átti að fá okkur allt annan pakka. Já, við hámuðum svoleiðis í okkur grautinn og það var engin mandla. Heyrðu, það hafði gleymstu þetta að setja möndlun í og allir pakk settir og engin mandla. Já, það minnir svo margt á jóli, sama hvar ég Hjörvari til halds og traust verður kór Iðnskólans í Hafnarfirði auk hinna ógleymanlegu jólagesta Hjörvars. Þau Agnes Ír, Marja Lilja, Mikael Breki, Muller systur og strákarnir úr Metro Jefferson. Jólasveinin kemur ekki í dag en í kvöld. Verð aðeins 19.900 krónur í forsölu í Ólís Hamraborg. 19.900, þetta gjöfin ekki gjald eins og menn segja og til hamingju með þessa tónleikahöpi, þetta verður stemming eins og alltaf. Þetta einu tónleikarna sem ég ætla á jól núna. Já, og líka gaman líka að fá jólagestina eins og Mikael Breka og fá hann til að syngja jólu. Það veit ekki allir að þú ert rosalegt í jólaband, hefur verið ekki? Jú. Alltaf verið. Jú, en það væri kannski ekki að handa í rísa tónleika með öllu tilheyrandi ef ég væri það ekki. Nákvæmlega, það segir sig sjálft. Hér eftir smá stund, sofa hjá, giftast, drepa. Þá komið að því FM 957 í samvinnu við Sony Mobile og Corona. Enn eitt árið. Partíið sem allir elska. 57 næstu daga og þú getur nættir í miða í Eldhúspartí FM 957 15. október í Hlégarði Mosfellsbæ. Eldhúspartí FM 957 2015 með Sony Mobile og Corona. Nýtt á Serrano, Barbacoa, Carnitas og kjúklingataco. Serrano, Fresh, Happy, Max. Höfðabílar, vantar allar gerðir af bílum á skrá. Hafðu samband og við seljum bílinn þinn. Höfðabílar, Fossálsi 27, sími 577 4747. Okkur í Keiluhöllinni Sportbar langar til að leyfa ykkur að heyra raunverulega upptöku af beinni útsendingu á Sportbarnum. Já, svona getur stemningi verið. Keiluhöllin Sportbar. Þegar þú kaupir D-vitamin bætta léttmjólk frá MS, styrkir þú ekki bara þín eigin bein, heldur styrkir þú líka beinheilsu þjóðarinnar. Í október renna 30 krónur af hverri seldri fernu til tækjakaupa fyrir Landspítalann. Mjólkin gefur styrk. Októbertilboðin í 10.11 eru ofsalega girnileg. Foggia brauð á 199 krónur, hleðsla 250 ml á 199 krónur, Pop Secret á 279 krónur og friskandi frús á 349 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Það kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Ódýrasti og besti kebabinn í bænum. Viking Kebab, Engihjalla 8. Og svo finnur okkur líka á Facebook. Vertu supertöff. Superdry Smáralind. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Við elskum að búa til hamborgara. Það sem okkur dettur ekki í hug. Fylgstu með off-menu borgorunum okkar á Facebook. Roadhouse. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Keiluhöllin Egilshöfn. Færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Avicii og félagar að ljúka leik hér á FM og Lost Frequencies.
Lagið, að sjálfsögðu Lost Frequencies. Nei, Lost Frequencies hljómsveitin. Hljómsveitin Lost Frequencies. En við erum hérna í bóði Keiluhaldarinnar, hér á FM. Hér á FM, það rétt. Hér á FM. Hér á FM, það FM 95 og já, það komin tími á dagskalið sem er vikulegur hjá okkur og heitir Sofa hjá, giftast, drepa. Eða svona, fara með út í sveit. Það oft mjög erfiður. Já, þið samt þið mega það, bræðinir hérna, að þið byrjið alltaf að henda einhverjum út í sveit. Það þarf að útiloka eitt strax. Já, það er full spennti fyrir því. En það er oft þannig að það er mjög auðvelt að vita ekki hverju maður væri til í að giftast. Hvað segirðu? Það er oft auðvelt að vita svona hverju maður myndi ekki vilja giftast. Já, ég skil. En það er fótboltalandslið er að spila á morgun. Já. Íslenska landslið og þannig ég ákvað að hafa tengt fótboltalandsliðinu. Okay. Tók 3 tappa, 3 myndalega menn hann úr landsliðinu. Þeir verða að sofa hjá einum, giftast einum og drepa einn og það er Gylfi Sigurðsson, Eiður Smári Guðjónsson og Kolbeinn Sigþórsson. Þannig eru við með, Elvitt að drepa eitthvað núna. 3 drengi? Ná, finnst þú létt annars að drepa eitthvað? Það hefur verið til að það hefur ofta eins og daginn þá gáttu valið á milli Heiðars Austmanns og Rikka G og drepið annað þeirra, sko. Já, þeir völdu allir Rikka G. Já, ég hef aldrei drepið Rikka, ég hef drepið hérna Heiðar. Vanalega sé ég alltaf breyt sem öskrar á mig. Þeir er alltaf að tala um að sé svo erfitt að fyrir. Þú ert þetta bara í óspurðum fréttum að segja hvað þú hefði drepið síðast. Hann drepa Heiðar Austmann, hann kendi mér að koma með já, hér á FM, þess að rándur innkomi. Topp drengur. Ok, núna ætla ég að kalla þetta og fara í sveitina. Ég myndi ekki geta, þetta er eiginlega enginn af þessum mönnum sem ég gæti hugsað mér að drepa. Þú ætlar að fara með einhvern upp í sveit. Já, ég ætla bara að fara með einhvern upp í sveit. Kann vel við alla þessa. Ok. Ég ætla að byrja að byrja þetta. Ég er vandræðið með þetta. Sko, ég myndi líklega af þessum mönnum vil ég giftast Gylfa Sigurðssoni. Ok. Að þetta er svona stabill náungi. Já. Og þeir eru að þessu sömulegist líka en ég held að það sé svona mjög áræðanlegu maður. Já. Og góður eiginmaður. Já, þú veist. Sko, mjög erfitt, sko. Já, eða þú ætlar að giftast honum. Ég meina, Gylfi drekkur ekki og ef þú ert að fáða rauðin og það getur verið vesen. Hvað hérna út alltaf fullur, kallin heima brjálaður. Ég held ég get ekki. Sko, ég ætla að renna inn í Sveig Póls. Glæsilegt, gaman að heyra. Og ég ætla bara að íta því frá. Já, frábært. Giftast, ok. Giftast Guðjónsson eða Gylfa. Ef ég giftist Guðjónsson þá ráttist líkur að Messi kíkja einhvern veginn í mat bara. Er það ekki? Jafnvel í brúðkaupið. Já, og í brúðkaupið. En ef ég giftist Gylfa þá var Eriksen að koma í mat og líka, hvað heitir hann? Gareth Bale. Já, Bale, það er góð félag hans. Og sköllast ekki á miðjunni Swansea John Joe Shelby. Ég er mjög hrifinn á honum. Þetta er rosalega erfitt. Og ég drep Gylfa. Þú drepur Gylfa og giftist Eið. Já, því að ég sé fyrir mér út af því að þú getur tikið spaðan á Messi og held í búið. En farðu samt með hann út í sveit eftir EM. Ég ætla bara að segja, ég ætla bara að beða Gylfa innilega afsökunar strax núna því að ég ætla í sleik það næst í þetta. En Hjöbbi? Sko, það sem ég er að pæla í þessu öllu saman er það, sko, það væri rosalega gaman að vera með brúðkaup þar sem Jose Mourinho myndi mæta og Pep Guardiola og Messi og allir þessi gæðar. Það væri frábært dagur, en svona eini maður sem ég á okkur á fortíð með ég kannast við Eið frá gömlu fari og hann er maður sem byrjaði að kalla mig Tjöbbi í staðin fyrir Hjöbbi. Þannig að var það ekki aftan í rútun einhvern tímann? Já, bara eitt inn í Snælandsskóla eða eitthvað svoleiðis, hann var oft með einhverju stæla. Já. Og gott nafn, Tjöbbi. Ég myndi líklega að drepa Eið. Og ég myndi samt gera það með tárin í augun. Já, hann þú drepur Eið. Já, ég fer með henni sveitina. Fer með henni sveitina og hverjum ætlar að giftast? Giftast Gylfa? Nei, ég ætla að giftast Kolbeini. Ok. Af því að líka gaman að fá andra Sigþórs í matstundum og við getum verið eitthvað raunum við hvern annan. Brósi? Já. Þannig að þú giftist Kolbeini, sefur hjá Gylfa og fer með Eið út í sveit. Hann er líka þingengur, þannig að við getum kannski farið stundu saman og sumrin til Húsavíkur og eitthvað svona. Og Egil, þú ætlaðir að giftast Eið, fara með Gylfa út í sveit og sofa hjá Kolbeini. Það er bara mjög erfið í keppni núna og þetta var illa gesta það. Nei, menn þetta var bara þema, það er landsleikur á morgun. Þar hafið það, kæru lustendur. So good. Og ég veit að, humarhátt í Laugréttu, þau eru í sömu stemmingu og aldrei haft það jafn gott. Sjátt á rútuna. Er það að hella í sig það? Já,
það allir á leiðinni þar út á landi í humarhátíð. Hlakkaði til að sjá það lið í kvöld, en það hins vegar nóg framundan. Frikki Dór og hérna á leiðinni ásamt ég við mættur að fara í sturlaða staðreyndir. Ég ætla að grípa fram með fyrir þig núna, Blondell. Nú? Ég með nýjan dagskólið, eins og þú veist, sem ég byrjaði með síðasta föstudag, sem heitir emoji-kennsla. Já, þú varst að tala um það. Það educata hlustendur og þig hvernig þú nota emoji-kallana á Twitter og Facebook og iMessage og öllu þessu. Það þekki allir emoji-kallana og ég ætla að taka 3 kalla fyrir í dag. Ég tek alla fyrir. Það ekki nema svona 1,5 ár síðan ég byrjaði að nota emojis. Notar þetta mikið? Sko. Er ég eini sem að nota þetta mikið? Ég nota þetta svolítið, sko. Hvaða kall notar það mest? Bróskallin. Ekki ullukallin? Nei, svo veist... Bróskallin með svona rautt í kinnum? Nei, bara old school. Og svo nei, kallin sem ég nota langt mest Apinn. Apinn sem heldur svona fyrir augun á sér. Ok. Já, notar hann mikið. Þú notar hann svolítið segið þú út að bugga? Það er bara með skaman að nota notan. Hann heldur svona fyrir augun á sér. Já, ég veit hvað kalla það. En ég er með bara 3 kalla í dag. 3 emoji sem til að vinna með í dag og kennsla heldur áfram. Ég, sem ég sagði síðast að ég vil þetta á að vera áfengi í grunnskóla og menntaskóla. Áfangi? Já, bara emoji 102, 103. Þetta er það stór partur af lífi fólks. Evru seðlabúntið sem er hérna, hefur ekki tekið til því? Ég hef aldrei séð það. Það er svona evrubúnt, cashbúnt. Og hvenær á maður að nota það? Reglulega. Nú? Bara án fyrirvara og algjörlega utan, það er ekki bara neitt samengi. Þú kannski bara talaðu ykkur að stelpu, allt í hennum bara hendur í evrubúnti, búm, inn. En þá lítur hún að spyrja okkur þetta hendi í eitthvað evrubúnt. Já, þú veist, þá bara snýrið bara út að helma eitthvað annað. En þú veist því, þá veit hún cash. En þú veist, ef þú ert bara hvað er að þér maður? En nú ert að ræða við einhverju stelpu sem er bara í mannfræði eða kynjafræði eða eitthvað svona, sko. Og hendi bara eitthvað seðlabúnt í miðri. Alveg sama, bara við gætum þetta að tala. Það er asnalegt. Laumað inn búntinu. Jafnvel fyrir setningu, bara hvað segir þú gott, síðan setur það laumari í lokin, smá kessan í lokin. Nei, feskur. Eða eitthvað svona, heyrðu, jæja, ég er að fara til útlanda og henda svo í risa cashbúnt með. Þú getur gert það, það fannst ekki svona þetta. Og næstu taka fyrir er kleinurhingurinn. Já, hvenær nota menn hann? Sko, það er til þess að tala út við eins og Rikka G. Sem ég á. Ég til að með segja aldrei hvað segir þú gamli eða hvað segir þú Rikki, ég halltaf hvað segir þú sem ekki mynda kleinurinn. Og þú veist bara hann alltaf þú veist þess að þú sér hvernig hann lítur út. Hann lítur vel út strákun. Þannig að þú veist, og líka til að tala kannski við Hjöppa Rikka og hann segir hver er að fara að koma á table og segir kannski að Jón Gunnar gerir þetta auðvitað sem mynda kleinurinn og veit hann að Rikki er að mæta. Þú veist, þetta er nota hérna bakaristótið sem er inni fyrir vininn sem er out of shape. Og síðan er ég með ullu blikkallinn. Það við segjum blikka, tungan úti og er að blikka. Það er nefnilega mjög sterkur. Í hvað nota hann í? Sko, mjög sérstök til henni. Ég segi nota ullukallinn, venjuleg ullukallinn, greimt. Bara hendi hann bara öll tækifæri, ullu. En ef þú ert í rosalum flipgýr, þá mæli ég með blikk ullukallinu. Rikki G var að koma hérna og senda agli fingurinn. Hvað hérna átt að nota ullu blikkallinn hvenær? Þú ert í rosa flippi. Já, sko, segir svo ekki blöð. Þú ert í gýr, út að fá þér. Ok, þú ert kannski segjum bara út í bænum, út á tapas eða út á grillmarkanum að sushi samba, whatever. Þú ert að fá þér, þú ert í gýr, ok. Já, elskar verið keilu. Ok, þú ert í það er eitthvað svona fyrir rosa gýr í mér. Já, ok, og þú farst skilabóð frá Gerlu, segir hvað þetta gera. Og þá segir þú, ég er að fá mér aðeins og ullu blikkallinn. Ok, hann var svona bara að koma ef ég er alveg hróðalöngir. Já, út af ykkur, þetta er flipblöð. Ok, þetta er, og þú notar bara flipblöðkallinn, ekki bara á föstum og lögutum. Ef þú væri heima hjá þér, upp í rúmi, þá var alveg að henda eðlum ullukalli á, ekki ullu blikkallum heima upp í rúmi, bara eitthvað í chillinu. Nei, ok. Það er mjög aðstæðlegt. Það vona þetta að hafi hjálpað einhverjum að dóti. Það er sniðugt. Já, við ætlum að henda þér í auðlýsingar. Og verða svo aðri 3 kallar næst? Alltaf 3-4 kallar í hverju viku. Ég veit það ekki, en ég er einn smátinn, við meðtra fyrir störtlaða staðarindur á flera. Ingo og veðuguðurnir verða með risa dansleik á Sport Kópavogi næstkomandi laugardagskvöld. Allir helstu guðasmellinir verða teknir og brekkusöngsandinn mun svífa yfir vötnum. Sjáumst í banastuði á Sport laugardagskvöld.
ETG-viðburðir í samstarfið Coca-Cola kynna. Útgáfutónleikar Arrival, nýjustu plötuðu Vintage Caravan í Gamla Bíó föstudaginn 9. október. Platan var gefin út af útgáfureisanum Nuclear Blast í maí og hefur sveitin verið á tónleikaferðalagi erlendis frá útgáfu hennar. Nú eru þeir komnir heim og ætla að flytja plötuna í heilsinni í einum glæsilegasta tónleikasal landsins. Miðasala á tix.is. Coca-Cola stoltur styrktaraðili íslenskrar tónlistar. Nú Hrefna Sætran búin að vera á hvínandi snúningi í eldhúsun okkar og góðgerðarpítsan 2015 komin á matseðil. Cheddarostur, hakk, rauðlaukur, laukur, sveppir og oregano toppuð með reyktri chili bernesósu að hætti Hrefnu. Góðgerðarpítsan til styrktar Hróa Hetti barnavinnafélagi, svo þetta þitt besta mál. Dominos. Mikið úrval af nýlegum bílaleigubílum komnir í sölu. Bílahöllin Bílsjóða 5, sími 567 49 49. Pepperoni og pizzasósa og leyfðu svo ostinum að bráðna yfir dásamdina. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Strákarnir búnir að tryggja sig á EM og nú markmiðið að vinna riðilinn. Skildu þeim takast það. Ísland-Lettland á lengjunni. Tippað á leikinn. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Hádegistilboð. Eldbökuð baka með 2 áleggjum og kók í dós á 1600 krónur. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2, flatbakan.is. Besta sætið fyrir enska boltan á enska barnum við Austurvöll. Tax-free marathon í Húsasmiðjunar lýkur helgina. Húsasmiðjan. Keiluhöllin Egilshöll, þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða. Í kvöld á Stöð 2. Komið, sæl og blessu og velkomin í beina útsendingu. Hinn óviðjafnanlegi Logi Bergmann mættur aftur. Þegar þú lendir í vandræðum, þá setur eitthvað krúttlegt á Facebook-síðuna eina. Okay, so first joke start now. Í kvöld klukkan 19:25. Í beinni útsendingu og opinni dagskrá. Stöð 2, margvært skemmtilegri. Logi í boði Colgate og Subway. Kíktu í kaffi, Dunkin Donuts. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Á þessu lagi þetta Shut Up and Dance með hljómsveitinu Walk the Moon. En, það stemning í þessum. Það föstudagur og þið að hlusta hér á FM 95 blöð. Við erum komin með góða gesti hingað í stúdíóðu. Það annars vegar Haukur úr Dikta og Frikki Dór úr Frikka Dór. Já. Sælir, drengir. Heill og sæll. Hvað segir þið gott? Ótrúlega fínt persónulega. Hvað segir þú, Haukur? Ég segi rosalega gott. Báðir helfeskir. Já. Þú vorst nú samt eitthvað að væla, Frikki, hérna aðan. Þetta akkurat munun á þér og Ingo Veðuguð. Ingo Veðuguð ógeðslega hreinskilinn og spurning hvernig hann væri. Ég svona, jú, allt í lagi. Og hvað eitthvað slappir eitthvað? Nei, bara búið mikið að gera og ég þreyttur og pirraður og að spila í kvöld. Þú komst hérna inn aðan og sagði við okkur að búið verið eitthvað flens í mig. Svo spyr ég í útvarpinu, hvernig ertu? Ég góður. Ég seti á mig grímuna. Ákveð að ljúga hlustendum. Ég veit það. Já, sko nei. Hatar hlustendur. Ég geri það ekki. Það búið að vera eitthvað flens í gangi. Já, og ég varð fyrir henni. It hit me hard. Áhverju ert þú svona mikið, svona weak? Ég mann þegar ég var að horfa á Eurovision, varst þú ekki einhvern tíðan veikur eða eitthvað? Eða flúður eitthvað? Já, veið buksunar, það annars. Hvenær var ég síðast veikur? 91? Þú aldrei veikur. Bara þekkja ekki. Það nákvæmlega. Hafði einhvern tíðan vita að ég hef misti af einhverju á æfinni af því út af veikindum? Nei, bara þekkja ekki. Nei, ok. Aldrei gæst. En við erum með a doctor. Já, allir með sem ég ætla að segja. Það svolítið þægilegt að þú var að kikka með læknir og búin að slappur. Það eina ástæðan fyrir að tóka þetta gig, sko. Á dillina ég myndi lækna hann þá í staðinn. Á þessari flensu. En, já, Frikki Dór og Dikta, hvernig góð þetta til? Og þeir að fara að spila aðan? Já. Það kvöldið á morgun? Það kvöld á húrra. Skemmt þannig húrra. Reykjavík, það eru fullt af tónleikum alltaf það núna. Já, Hamabadama úr árið daginn og eitthvað svona. Já, það á morgun. Hvar húrra? Húrra hann að niðri. Þetta gamli þýskibarinn sem Mikki Grikki. Ekki það nú. Basically gamli gaukunum bara, þú veist, niðri. Bara eins og gaukuð var í gamla dag. Fylg veistla. Þannig. Basically. En hvernig kemur þetta til að þið séu að fara að taka saman? Sko, Haukur segði þið nú frá því. Já, þetta var þannig ég frétta að Frikki var í lasinn, sko.
og ég, eins og ég segi, hann sagði hann, ég bauði hann bara læknisþjónustu gegn því að hann vildi spila með okkur. Og þannig var það bara. Þannig var það alltaf leikur. Ok, líður eins og piece of shit út af því að þú ert ekki a doctor eins og King Haukur. Líður eins og piece of shit. Þetta er maður alltaf aðeins lítill lýsir í kringum hann. Mér líður eins og piece of shit. Já, það er eitthvað. Ég var að ræða þetta við hann einhvern veginn þegar hann kom hérna. Það er alveg, veist, fyrir okkur ef ég hætti í fjölmiðlum eitthvað, þá veit ég ekkert hvað er að fara að gera. Ef Frikki hættir að spila tónlist, þá fer hann kannski í skóla eitthvað og ef að Haukur, hann er læknir. Þetta er bara eitthvað gann hjá hann. Það reyndar að Frikki successful frönskusta. Já, reyndar. Getur að borða það svolítið. En þú sem, nú ert þú þjálfarinn að Frikka í með hann í fjarþjálfun og svona. Leist þér eitthvað á það að hann skildi vera að opna sin eigin frönskusta? Ég setti út á það. Ég setti líka út á það þegar hann byrjaði með eitthvað fyturlunga þátt á Stöð 2 sem að rúntaði allt Ísland og borðaði óhalda mat. Sósa salat. Það var í miðri þjálfun ég sá auglýst að hann keyrði hann að milli búlla og háma í sig eitthvað drast. Það var ekkert rosalega sniðu hugmynd í kattinu. Nei, það breytist þarna snarlega í bölk þarna katti. Það var það gaman að þú veist eini kúnni með sig að fylgst með hvað hann var að borða. Já, bara vikulega matadagbók bara. Gerðu þetta vel? Ég sendi þér nú reglulega, ég er gaman að þeim bátum. En hrætti það þig að þú varst í kötti í honum að fara að byrja með þann þátt? Nei, hann var létt. Ég veit alveg eiginlega bara einnig for the cash. Þannig að hann var skýt saman. Hann var ánægður með þetta. Já, hann bara meira cash fyrir mig. Kemur ekkert óvart að hann var lengur hjá mér. Egil náttúrulega hugmyndina þess að þetta. Það er eiliða kuna. Það er í alls konar kjaftaði. En hvernig byrjaði að spila í kvöld? Upp úr 10. 10. Þetta er ekki eins og í gamla daga sko, þegar það er auglýst 10 og byrjum 1. Nei. Þetta er bara 10 því 10. Já, þið bara farið á svið 10. Yes. Já, og er þetta eitthvað sem við möttum að sjá meira af ykkur saman? Hver veit? Ég og Haukur erum tengdi sterkari böndum sko núna því að hann er orðin F-fæðingur. Já, hann er náttúrulega í læknaliðinu harðið ekki? Já, hann er orðin F-fæðingur. Hann er lækni liðsins og það hefur verið gríðarlega gaman að fylgjast með Hauki undanfarin ár. Hann hefur tekið sko, hann fóð svo all in í að vera bara F-fæðingur með þessu. Já, ok. Hvað varstu áður? Ekkert. Hann átti sér ekkert líf. Hann var tindur. Ég átti hann bara Liverpool sko. Já, ok. Sem er mjög erfitt fyrir hvern sem er að vera Liverpool-maður. Reyndar góðu dagur fyrir ykkur í dag. Við erum að gefa það. Hvernig virkar samstarfið ykkur? Hver er að spila og hver er að syngja? Báður að syngja það? Sko, þetta verður svona samkrull. Frikki syngur og Við að þú Frikki á gítar? Já, ég get spilað eins og gítar og piano. Hann kann ykkur 6-7 trómur. Er þú þá að fara að taka bæði dikturlög og lög eftir þig? Nei, þetta verður bara ég byrja, spila, mitt sett. Svo tökum við eitthvað aðeins saman og svo klára dikta. Ég skil. Það er þetta komið. Það er enda að ég verði líka róstatalandi sé læknir í FH. Þeir eru urðuð Íslandsmeistarar. Það er heldur þægilegt að vera hendi í partí og vera bara með Jón Jónsson og Hauk og Dikta og Frikka Dór og svona var í partíinu þegar það verið að fagna. Ágætis line-up. En hvet alla til þess að kíkja á Húrra í kvöld. Þeir fara á svið klukkan 10 og bara í þvílíku stuði. Við erum á tix.is og í hurð. Ekki spurning og heyrum við þetta í kvöld. Haukur, hvernig er það? Já, klálega. Fílað. Í FM 95 blöð, við þökkum Frikka Dór og Hauki kærlega fyrir komuna. Thank you. Hressi drengir, thank you drengir, thank you. Skemmtileg tenging. Ívar Guðmunds og Arnar Grant eru í Köln að hlusta á okkur félagana og fá sér að cold refreshing beer. Sjátátt á það maður. Þú ert sérstætt með þig af því, ég hef alltaf verið Arnars Grants maður. Þú er alltaf verið meira Ívarsmaður. Er þú meira Arnar Grant? Já, ég hef alltaf verið meira Arnars maður. Okay. Við erum meira vinni. Ég er rosalega hrifinn að þið báðum. Ég er huge fan. Svo líka Sveppi Krulla hlusta okkur í Santa Barbara, það er sjátátt á hann líka. Mushroom. Já, topp maður. Ég veit að hversu mikið er hann búin að bæta á sig eftir að fóða út. Hann er ekkert búin að bæta á sig. Akkur ekki. Veistu hvernig kaninn kann að gera góða mat sko. Já, ég veit það reyndar. Og skammtarnir eru svo stórir. Ég keyri alltaf prósentuna vel upp því fyrir til USA. Já, það er... Varkátti Sveppa verið öðruvísi. Er eitthvað skemmtilega heldur en að fara til Bandaríkjanna? Já. Það er fátt. Mér finnst svo ógeðslega gaman þar. Ég mætti velja hvaða land sem er til að fara til, þá myndi ég alltaf að sanga. Kann vel við kannan, við ekki ná? Já, en við, sko, það búið svo mikið að gera okkur í dagdrengir að ég náði ekki eins og færi sturla staðrendi. Vil ég hoppa innan okkar í lok þáttar eða? Takk. Takk, ok, gott að heyra. Ok, við bara hrætti við þér. Fyrsta sturla staðrendi dagsins, Mona Lisa er ekki með augabrúnir. Það var í tísku í Flórens á þessum tíma að raka þær af. Já, ok. Það er sem sagt ástæðan fyrir hún er ekki með augabrúnir. Mundið þú taka þínar af blöðu fyrir 50 skall?
Þetta er rosalega rauðabrúnir á blöð. Þetta er bara eins og ykkur hryðverkamaður. Já, ég er rosalega skrítin. Já, þetta er mjög sérstætt að sjá það á þeirra. Svo er það brjóstarhaldurinn hennar Ertu að byrja að hugsa það? Brjóstarhaldurinn hennar Marilyn Monroe, hann seldist á 2 milljónir, sem sagt brjóstarhaldurinn sem hann var í með Some Like It Hot, sem er sennilega hennar þekktasta bíómynd. 2 milljónir? Það er nú ekki neitt, en það verður mikið þá. Já, verður meira þá. En ástæðan fyrir tók þessa stjórnlegu staðarindir, myndu þið vestla eitthvað svona? Þú veist eins og Hjöbbi, hvað er uppáldið þitt? Sko, ef það væri eitthvað svona Messi að selja takkaskona sín og ég ætti shitload of cash, þá myndi ég alveg henda 5 kúlum í það og eiga það heima á mig, sko. Já, ég skilji. Þegar bara, þetta er hérna skotni sem hann var að heimsmeistari í eða eitthvað. Já, þannig myndi hendi það. Svo er það næsta stjórnlega staðarind, hákallar sjá 10 sinnum betur í vatni heldur en við fólkið. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir að ná alltaf öllum og svona. Það er ekki villa við hákalla. Caitlyn Jenner, áður þekkt sem Bruce Jenner, sló met Obama og varð svo fljótasta í sögunum til að ná 1 milljón followers á Twitter. Hver er það? Ég veit ekki eins og hver það er. Hann var Bruce Jenner, pappi Kardashians, og er núna orðin Caitlyn Jenner. Já, ok, hvað er hún virk þar? Veit ekki, þá eftir að bara hendi follow. Er hún búin að fara í aðgerðin og allan pakkan? Já, hún er allt tilbúin. Caitlyn Jenner, ég þarf að finna, já. Svo síðustu 8 ár hafa bara í Bandaríkjunum verið 1,23 milljörðum dollara í viðgerðar á snjallsímum. Síðustu 8 árum, það er enginn smá upp að ég hef ábleitt bara persónulega svona 100 skalli, ég las brýtstundum skjáin. Já, það verður að tala akkurat um svoleiðis. Það er mjög algengt. Svo er það hér, það er ekki hægt að stilla píanó upp á 100% eins og getur gert með gítar. Ok. Stjórnstu staðnitt. Svo er það hér, þess er mjög skemmtileg. Það er Fight Club í Japan og það er bæði sem sagt, það eru líka fyrir fatla, sem sagt, með sér deild. Og það stendur hér í þessari stjórnlegu staðrind að þetta sé vinsælla meðal fatlara heldur en fatladeildin heldur en hjá þessum er ekki fatlar. Ok. Hver er fyrsta reglan í þessum klúbi? Örugglega megi ekki tala um hann. Þess að þið synda þetta sem kom inn í stjórnlega staðrindir í FM 95 blöð á Íslandi. Það er eitthvað sem er ekki halda kjafti í Japan, það er bara þannig. Það er synd. Ég elska Japan. Er þetta eitthvað sem þið getur hugsað ykkur að lappinu svona Fight Club og taka eitt slag? Ef það væri 1997 og ég væri nýbúinn á Fight Club. Já, mér langaði það. Og þá þetta Where is my mind var undir og svona. Þá hefði portið satt já. Ef það hefði verið Fight Club í kirkjunni í Mjótinni. Þá hefði farið í Fight Club þar. Segjum að það hefði verið Fight Club í kirkjunni í Mjótinni. Egill og Hjörvar stiga inn í hringinn. 97. Hvernig þeir svo barnaði? 97 hefði ég lamið Egil Einarsson auðveldlega. 2007 Egil hefði lamið mig auðveldlega. Í dag it would be a real fad. Svo er það, hérna árið 2005 var kærustu par frá Nepal það fyrsta til þess að gifta sig á toppi Everest. Og ég tók þessa staðrind með því ég er nýbúin að fara á myndina og ég hugsaði með mig þetta mun ég aldrei gera á ævi minni. Er þetta good shit mynd eða? Já, hún er flott. Og hvað þá að gifta með hann uppi? Ok. Þú getur ekki hnerrað sofandi, sturlu staðrind. Wow. Ok. Já, áhugaverð, ég elska því sé genuine áhugaverð. Takk. Það lærði ég eitthvað. Það eru 2 eftir. Að faðma eða halda í höndina á vini eða ástvinni minnkar stress. Og þarna, ég veit ekki... Fannstu ekki þegar ég tók utan um þig á hann? Já, nei, fann það hendur ekki þá. Fannst ég hvernig þú róaðist allur? Nei, fann það ekki. Okay. En ég held þetta sé bara eftir eitthvað... Blöð með snertifalli. Og ég gleymið aldrei úr með sporthúsinu. Og það kom allsber maður bara sem var eitthvað ráfandum og... Ég veit hvað söguna segja það. Ég seti þetta á topp 3 yfir óþægilegustu augnablik ævi minnar og hef ég átt nokkur þar sem ég er nú hálf bilaður, sko. Mér finnst þetta mjög þægilegt þegar ég þarf að svona alvöru samtal við menn að taka á svona utan þá og ræða eins við á þannig. Veistu hvað gaurinn gerði? Eldri maður. Ég var að vikta mig og ég var nýkomin á sturtu sjálfur og hann kom allsber aftan að mér og upp að mér á lærið á mér. Svona basically sko snerti penisinn lærið á þér. Nei, af því að ég fór bara fór svona frá, annars hefði það gert það. Hann bara hvað er kællið þungur? Ég bara hvað finnst það óþægilegt að þú myndir finna lim á lærunum á þér eða slíkt? Á fullorðnum manni sem ég þekki ekki neitt? Já. Já. Já, ok.
Bara mjög skrítið. Mér finnst þetta með þess að bara skrítin spurning. Þú ert ekki að vera með snerti fann þetta þess. Ekki skjóta mig, ég að spyrja spurningar. Ég ekki að skjóta mig, þetta bara svo skrítin spurning. Þú veist, en þetta er bara einhver svona bara svo putti. Það ekki allir með putti. Síðasta, gáfa fólk líklegra til að fyrirgefa en heimst fólk. Þar hafið það. Kæru hlustendur, það komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð Hjöppi, út búin að fara hér á kostum og þökkum við kella. Hvernig helgin á félagunum? Helgin, ég að fara að bruna núna á humarhátíð lögréttu og að fara að veistlistýra þar. Ég átti svo umulegan ammælistag að ég ákvað bara að panta mig ferð erlendis og flýja. Þú ert Tenerife á morgun, ég að fara til Egilsstað á morgun. Þetta við erum að splitta. Svo er ég að skemmta annað kvöld með Pétur Jóhanni og Ingo Viðugu, þannig að það verður stemming líka. En vonandi eigið þið góða helgi, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustunna í dag. Við verðum mættir hér næsta föstudag, reynda verð ég ekki, en Egill og Steindi verða. Ég verð úti að taka upp atunum með nokkar. Já, og ég og Steindi og Kleinihungurinn. Já, verða hér feskir, tjekkið á því, hafið það gott helgina og bara takk fyrir okkur. Að bíða eftir því að ná hól í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. American Bar. Happy hour frá 16 til 19 alla daga. American Bar. Austurstræti. Nýji staðurinn þinn. Föstudagar eru pizzadagar. 3 fyrir 2 af pizzabotnum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Slappað af, kíktu til okkar og fáðu þér Stress Down, Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Ok, dýllinn í Keiluhöllinni er þessi. Þú fær rútumiða fyrir 2 og frítt far í bæinn helgar ef þú kaupir 6 í fötu. Keiluhöllin Egilshöll. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Það eru spennandi tímar framundan á Stöð 3 og heill hellingur af nýjum þáttum í allan vetur. Nú getur þú fengið Stöð 3 endalaust tal og 1 GB í GSM á 1990 krónur. Ekki láta þetta frábæra tilboð framhjá þig fara og tryggðu þér áskrift á 365.is. Ódýrasti og besti kebabinn í bænum. Viking Kebab, Engihjalla 8. Og svo finnur okkur líka á Facebook. Happy hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blöð. FM 957. Topp tónlistarstöðin. Mögnuðum tónum að ljúka hér á FM 957. Sigala og Easy Love. Það er Vala Eirík sem að heilsar ykkur á þessu föstudagskvöldi. Við ætlum að vera saman til klukkan 8 í kvöld, en þá mætir Kristín Rutt og ætlar að henda á ykkur partystemmingunni. Við ætlum að gera nú samt mikið saman á þessu stutta tíma. Ég ætla til dæmis að henda út bíómiðum hér rétt á eftir, svo hlustum við að sjálfsögða á magnaða tónlist og ýmislegt meira skemmtilegt.